Fallega fólk nær og fjær, það komið föstudagskvöld eina ferðina enn og hér erum við á N4 og ég uppdubbaður í kvöld, það er eitthvað átak í gangi að mér skilst, bindin fram, þannig að ég skarta bindi, ég að reyna að hemja það en allt í lagi, en þetta er ekki fréttnæmt. En við ætlum hins vegar að fara yfir fréttir vikunar í upphafi þáttar eins og við gerum venjulega og til mín eru komin þau Sigurður Ingi Friðleifsson og Sexselja Ingibjörg Bardal til þess að fara yfir svona þetta helsta sem hefur verið að gerast undanfarinu. Verið hjartanlega velkomin. Takk. Takk kærlega fyrir. Jæja, hvað er títt? Hvað var nú skemmtilegt að gerast? Já, núkvæmlega. Skemmtilegt, sko. Já, skemmtilegt. Við erum alltaf að berjast í orkumálunum, það eru margar fréttir þar. Þú ferð beint í heimahúsið? Ég beint, já, tengja svona við, sko. Ég kom alltaf einhvern veginn hérna fyrir jól og var að blamera jólaskreytingar og orkunótkun. Já, akkurat, hvetja til kertanótkunar. Já, hvetja til kertanótkunar og minnir orkunótkunar sem hefur hjálpað í þessum meintara orkuskorti og núna kannski loka þessu og biðja fólk að horfa myndavélina, biðja fólk að taka niður jólaljósin. Það komið í febrúar. Það munar allt. Já, ég held að þetta byrja á Akureyrarbæ. Ég sé nú ekki betur en að þau séu öll uppi ennþá, stjörnurnar og þetta. Já, það er rétt. Já. Já! Já. Það var bara lítið sögur. Já. Nei, þetta er svona. En Já. þetta er auðvitað, já, það er samt svona, umræðan hefur farið kannski aðeins út víðan völl, sko. Já, svolítið og ég viðurkenni að ég sónaði einhvers staðar út í þessari orkuumræðu. Ég er bara svona, ég kveiki bara ljósun og slekk þegar ég fer svo. Já, og það þannig, sko, að tala með eins og Vestfirði og svona, þú veist að þeir bara þar sé, fólk að bara frjósa inni og en það er ekki þannig, þetta snýst þessa ótryggðu orku. Já. Og nafnið á henni er pínu vísbending, sko. Já, ok. Hún er sem sagt ótryggð. Þetta er þetta svona umframafl, eða þú líkir svo svona við kannski heiskap, sem ég ætti ekki að gera því ég er bara breiðoltinu, sko. Já. En reyna að útskýra fyrir fólki, sko, sem þekki landbúnað kannski betur. Að þá náttúrulega þú ertu með einhverjar kýr og kindur, ekki satt? Jú. Þú þekkir þetta? Að þá ertu náttúrulega að heyja og vilt vera öruggur að það sé nóg að borða. Og það er þessi forgangsorka, hún er alveg nóg. Svo menn svona þora ekki alveg að miða kindafjöldan við það sem hún gætir mögulega framleitt að heyja því það geta komið kal og eitthvað svona, sko, og erfið ár, þannig að menn eru alltaf með aðeins umfram, sko, til að sami orkukerfinu, sko, að við svona treystum okkur ekki til þess að afhenda nema forgangsorku að því að svo geta komið erfið ár og þá er aðeins minni í boði. Ég skil, þetta er það sem við myndur kalla fyrningar. Já, og við seljum það og svona til þess að nýta sér best, þá seljum við það á mjög lágu verði og það er meðal annars farið í þessar kynntu hitaveitur á Ísafirði. Já. Og núna er svona eitt af þessum árum sem betur verið ekki mjög oft, það sem að það er aðeins minna hey. Ég skil. Minna vatn. Akkurat. Og þá gengur á forðan. Þakka fyrir það. Já. Er það samt ekki líka eitthvað svona með eins og orkuþörfina, þú veist, segjum eins og það eru Eurovisionir og svona mikið áhorf í sjónvarpi. Já. Þá er bara allt í einu allir mælar alveg í botni af því allir eru að gera eitthvað á sama tíma. Jú. Þetta er svona eins og hótelherbyggi. Þú veist, þá erum við búin að selja allt, sko. Og svo koma svona stundum bara dauðastundir á nóttunni og getum við ekki reynt að nýta sólarhringinn betur? Mjög góð punktur. Þetta snýr sko aflgetuna. Þú ert semst að leggja til að við horfum á Eurovision nóttunni? Já, bara svona allavega hluta því, Reykjavíkurborg. Sá möguleiki er kominn og þetta er góð punktur. Þannig að sem sagt, við kannski komum með aðgerðaáætlun fyrir Eurovision, sem ég vissi reyndar ekki að væri stressfaktor í orkukerfinu, fyrir þú sagði mér það. Ég heyrði þetta ekki. Þá færðu úthlutaðan tíma, því nú þurfum við ekki að horfa í línulegri dagskrá. Nei. Þannig að þá færðu bara, þú veist, svo bara útluta, fjölskyldur með að horfa á Eurovision kannski 10, aðra fjölskyldur 11, 12, dreifu álæðinu, sko. Já, þetta er mjög góða punktur, við notum þetta. Þá er ég alveg til fyrirmynda, nú veit ég náttúrulega að landsmenn er að safna saman fyrir framan sjónvarpið til að horfa á verbúðina. Já. Það er hafið þið verið að horfa á það? Sko, ég nefnilega ekki. Ég á eftir að horfa, sko. Ég býð spennt. En þið ekki að koma eitthvað í þáttum frétti vikunar og vera ekki upplýst. Ég veit það, þannig ég ætla bara að biðja ykkur að tala ekkert það. Auðvitað. En við náttúrulega, þessi geggju þættir náttúrulega voru bara að fá verðlaun í vikunni og eru svona sennilega mest elskuðu þættir í annan tíma. Sem er smekklegt að ég held sko að þetta væri bara þættirnir mínir
þú veist, að því maður var að toppa á þessum árum, man þetta vel. 80'sið? Já. Geggjað. Og þetta er svo gaman að sjá þetta, skilur, og ég skil ekki alveg, eða þú veist, mér finnst það koma skemmtilega óvart að fólk, ungt fólk finnst það líka skemmtilegt, skilur, og útlendingar finnst það líka skemmtilegt, það er fyrir utan að, þú veist, þetta er svo brjálæslega sér íslenskt efni. Já, en þetta er gæðaefni, þetta er svo frábærlega vel gert, þetta er vel skrifað og vel leikið, þetta er svo vel gert og hérna... Já, ég er bara búin að sjá mjög lítið í einum þætti og það bara lukkaði rosa vel, sko. Ég mun horfa bara helgina, taka svona... Þú átt þetta inni? Já, mun taka svona, Hám? Já, hám, einmitt, nákvæmlega, ég ætlaði að segja gám. Fyrst, hám, einmitt. Já, gáminn er alveg ekkert síður orð. Safna þessu saman eitt stað og gáma þetta. Já, þetta er svona fellar jöfni held ég. Geima. Já, nákvæmlega. Akkurat. Eitthvað fleira sem kemur upp í hugan? Ég veit, þú veist, þetta er náttúrulega búið að vera miklu svona skemmtilegra svona hjal sem við erum að tala um, en þetta eru náttúrulega þessar COVID svona afléttingar búin að vera svona mjög hávarar í vikunni. Það eru þetta, þó allir séu búin að fá leið á því að tala um COVID, þá er það samt allan ánægilegt að við séum svona að fara að geta aðeins að svona lifa eðlilegra lífi. Þetta ásæðilegt, nú er meterinn farin til dæmis. Já, akkurat. Þannig að, og er ekki einhverja afléttingar meiri? Jafnvel, í kostunum á morgun, heyrði ég í morgun, í bylgjunni. Já, ok. Já. Ég er náttúrulega líffræðingur í grunni, sko, og ég verð bara að viðurkenna hér, mér finnst þetta svo brjálæðislega spennandi faraldur, sko. Það er svo margt í þessu. Já. Já, og svona ótrúlega spennandi að fylgjast með þróunina á þessu og þú veist hvernig ný afbrigði koma. Ég man með sig þegar suður-afríska afbrigði kom og kom svona vísbendingar að þetta væri meira smitandi, minni veikindi. Ég bara peppaðist upp, þú veist, bara þá strax, þetta gæti verið game changer, skilur, leikbreytir, afsækjum, og sem að varð. Já, ok, þetta er sjónarhótt sem ég hef ekki heyrt áður, ég hef ekki heyrt neitt heyra, ekki heyrt neitt segja þegar kemur nýtt afbrigði og þú stæði, Já, ég dreif þetta kannski tilbaka. Nei, þú veist, við erum bara misjöfn og við höfum mismunandi áhugamál. Já. Ég meina, auðvitað er þetta bara alltaf rosalega svona sérstakir tímar, ég meina, við erum að tala um þetta í mörg ár, þú veist, þessi tíma og hvernig allt breyttist og svo núna, þú veist, hvernig ætlum við svo að koma okkur út úr þessu öllu, þú veist, nú er bara verðbólgutal og ferðaþjónustan er að rísa upp á eftirfæturnar að, þú veist, hafa áhyggjur að því, hvernig er alltaf að taka á móti fólkinu sem er að koma í sumar og vantar starfsfólk og það er mikil eftirspurn eftir, aðföngum í byggingariðnanum, þannig að við erum ekki eins og ná að byggja hús fyrir þú veist, þetta er svona, þetta er svona, nú erum við kannski að minnka COVID-talið og þá fara við að hafa áhyggjur meira að því bara hvernig ætlum við að fungera eftir þetta stríð, sko. Já, við náttúrulega erum að fara að díla við afleiðingarnar af því, ég meina það að kaupa spýtu í dag, þú kaupir eina spýtu í dag sem þegar þú fyrst 4 fyrir bara 1,5 ári síðan, sko. Já. En svo erum við að uppskera líka það sem að ávannst í þessu, sko. Það er og fyrir okkur á landsbyggðinni. Þetta hefur algjörlega breyst viðhorf í fjarvinnu og fjarfundum og þetta er miklu meiri breyting til batnaðar og tækifæri til þess að raun og veru að færa þetta út frá þessum harðkjarna sem að svona suðvesturhornið er haldið í að þetta eru algjörlega breytta forsendur. Við finnum það náttúrulega bæði í okkar vinnum, sko, að þetta er bara þvílíkt tækifæri, skilur. Og eins svona gæðin í þessum svona upplýsingagjöf í kringum þetta COVID og þessi COVID-deild að halda utan með þessa sjúklinga með nýstárlegum hætti og þú veist, og þessa bólusetninga fyrirkomulag, þú veist, gæðin í þessu er eitthvað sem að mig langar að sjá aðeins færast yfir í aðra geira og svona, þetta var alveg magnað, sko. Og bara í rauninni eflast í heilbrigðisgeiranum, eins og með til dæmis COVID bara fyrirkomulagið, þú veist, þessar bólusetningar og þetta eins og þú segir, upplýsingagjöf, þú veist, þetta er bara magnað hvað þetta er búið að gerast hratt og vel. Og eins líka bara með eins og viðspyrnustyrkina, þú veist, fyrir ferðaþjónustuaðilana því ég þekki það, þú veist, þetta er bara allt í einu bara til kerfi sem bara tekur enga stund að gera og bara menn eru bara fljótir að finna út úr, sko. Þannig að mér finnst það frábært, sko. Ég vona að við höldum áfram á þeirri braut, sko. Það var svona að við tölum bara eins og COVID í búið. Já. Við ekki bara lærdóm þessu öllu saman. En auðvitað erum við með margt í höndunum sem við höfum ekki fyrir og þú veist, að fáttur saman öllu vilt eins og segir í góða leikrætti. Já, nákvæmlega. Að lokum, ég verð að spyrja, nýi Royal búðingurinn, skoðun? Ég, er ekki Royal maður. Þú ert ekki Royal maður? Nei, ekki Royal, eins og sagt er, sko, og þannig, en það getur verið, ég er samt maður nýjunga, þannig að kannski verður þetta opnaninn í Royal heiminn. Kannski þetta hliðið. Já, ég veit ekki, Karmelbúðingurinn fýtt, sko, ég
ég held ég bara að kunna meta hann, sko. Ok, þannig að þú ert bara íhaldið, þú ert ekki til í hann. Jú, ég er mjög til í nýtt, sko. Ég mun ekki taka það, sko. Mér finnst bara svo fyndið, það var svo mikil umræða þetta allt. Þetta er Royal-búðingur en dásalegt. Já. Heyrðu, hjartans þakkir fyrir komuna. Eitthvað spennandi fyrirleikindi helgina? Nei, bara... Jú, auðvitað, sorry, ég veit við erum farin yfir á tíma en þú ert væntanlega að fara að knúsa, þú ert komin þú fikk stöðuhækkun bara fyrir nokkrum dögum. Já, Afi. Ég er á Navi Já. og nú er bara að fara að vinna í því hlutverki, hlusta á Rás 1 og lesa Laxness og gíra minni í þetta hlutverk. Einmitt, reykja pípu, Já. Gott. Algjörlega, nei, það er bara kannski einmitt að horfa á verbúðina og ég er endar að fara í sumarbústað með Maríu Pál sem var nú forverðinn. Já, sko. Já, þannig að það er bara kósí helgi, sko. Dásanlegt, ég sé bara góða kveðju til ykkar. Já, takk. Það held ég nú. Við bregðum okkur aðeins frá og svo birtust við aftur.